Haraldur, velkomin í Mark. Hvernig er heilsan? Hvernig líður þér? Þakka þér fyrir, mér bara líður mjög vel, heilsan er góð og ég er bara búinn að vera að bæta formið smátt og smátt alla mánuðin, þannig að ég er bara fínn, ég geti hlaupið 5 km aftur bara núna ef ég þarf sko. Stefnir kannski að því, eða? Nei, ég ætla að láta það vera, ég ætla að láta þetta nægja, ég hef komið 310 km í mánuðinum og það var dagmarkið. Einhver kann að segja að það hefur verið nú vitlaust að fá hugmyndina, hvað þá að hrinda henni í framkvæmd. Fannst þér þetta aldrei óyfirstíganlegt? Nei, eiginlega ekki. Það var oft erfitt, sérstaklega hérna í byrjun mánaðarins þegar færið var ekki gott, snjór, kaf snjór á vellinum og ég er ekki komin í alveg nógu gott form. En svo datt mér reyndar í hug í morgun, ég held að ég hafi kannski bara getað þetta af því að ég var of heimskur til að vita að ég geti þetta ekki. Það var kannski bara það. Hvað var erfiðast og hvenar? Svona, ég veit að færðin var ofta erfið, en svona þar fyrir utan, hvað var erfiðast? Ég veit það eiginlega ekki. Kannski að fara á fætur á morgnana. Ég var svolítið stirður svona fyrsta korterið á morgnana, það var kannski erfiðast. Plús það að ég tognaði einhvern tímann í ökkla, reyndar hef ég tognað á báðum ökklum. Annar er verri og alltaf eftir svona 6-8 kilometra þá var ég farin að finna fyrir honum. Ég þrjóskaðist aðeins lengra heldur en það alltaf og hann svona var alltaf svolítið eftir í mér. Og það kom aldrei til greina að hætta eða fresta þessu, teygja þetta í annan endan? Nei. Þrátt fyrir meiðsli? Nei, það var reyndar lagt til við mig þegar kom í ljós að Íslandsmótið myndi ekki byrja á réttum tíma að hvort ég væri nú ekki skynsamlegt fyrir mig mann í engu formi að teygja þetta fram í miðjan maí og klára þetta áður en að fyrsti leikur byrjaði. En ég var bara svo hrifinn af þessu heiti, Halli hleypur apríl, að ég ákvað að klára þetta í apríl og það kom aldrei til greina að gefast upp því að ég vil ekki og mér hefði fundist ég vera að bregðast stelpunum ef ég hefði gert það. Talandi um stelpurnar, þú varst að gera þetta fyrir kvennalið Hamrana og Þórs Káa. Má ég spyrja hvers vegna? Þetta er bara ástríða hjá mér sko. Þær vinna mikið, selja alls konar vörur, klósettpappír og sokka og þær þrífa skóla og alls konar í fjáröflun fyrir liðið og mér er svona alltaf haft á tilfinningunni að þetta sé svona nánast regla að konur í íþróttum þurfi að hafa aðeins meira fyrir því að ná inn peningum og í rekstur liðanna heldur en kallar og þetta er bara ástríða hjá mér að vinna fyrir stelpunar og ég get svo sem ekkert breytt eða bætt fyrir það sem aðrir gera, hvort sem að það er gott eða illt. Eina sem ég get gert er að reyna að gera betur og kannski bæta heiminn með einni athöfn í einu og ég er að reyna það. Ég veit að það hafa safnast einhverju peningar en hefurðu fundið fyrir stuðningi fólks út í bæ eða sem sagt, og hvatningu? Mjög miklum. Bæði náttúrulega er ég búinn að vera sýnilegur á samfélagsmiðlum, búinn að trana mér fram á Facebook og Instagram og Twitter í þeim tilgangi að vekja athygli á stelpunum og verkefninu. Þar hafa mjög margir bæði sendt mér skilaboð og kommentað og alls konar sko og mjög mikill stuðningur og fullt af fólki bara sem ég þekki ekki neitt sem er að fylgjast með mér líka. Og svo hef ég líka bara þegar ég hef verið að hlaupa bæinn bæði mætt fólki sem ég þekki sem að flautar á mig eða veifar til mín eða klappar fyrir mér og fólk sem ég þekki ekki neitt sem að bara kalla til mín og hrósar og hvetur mig áfram og það er búið að vera með mikil hvatning að fólk hefur tekið eftir þessu og fólk hefur veitt mér stuðning og fólk hefur líka tekið þátt í verkefninu og lagt eitthvað að mörkum til liðana. Þú íðar að því í morgun á Facebook að þrátt fyrir að þessu verkefni líki þá tækja annað við nánast strax. Hvað getur sagt mér um það? Já, ég var nú upphaflega að tala um að það væri ný áskorun í bígerð. Svo var ég að hlusta á málfarsráðuneyt Ríkisútvarpsins í morgunþættinum og hún var að tala um að áskorun væri ofnotað orð. Þannig að ég breytti því að núna er ný þraut í bígerð og ég ætla bara að byrja á morgun. Núna er ég komin í ágætis form, svona meðan við sjálfa mig, kannski ekki meðan við marga hlaupara.
ég komin í ágætis form og ég fyrir ekki að hætta núna. Líkamsræktirnar eru lokaðar, þannig að ég ætla að halda áfram að hlaupa og ég ætla bara að byrja á morgun. Og það kom bara til mér einhvern tímann á hlaupum núna í mánuðinum. Ég ætla að grípa gamalt uppáhaldslag með The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles heitir það. Þeir syngja það að þeir ætla að ganga 500 mílur og svo ganga aftur 500 mílur til þess að hníga niður við dyrastafinn, líklega hjá einhverju sem að þeir voru hrifnir af eða eitthvað þannig. Ég ætla að breyta göngu í hlaup og ég ætla að hlaupa 1000 mílur áður en að Íslandsmótinu í knattspyrnu kvenna lýkur. Það eru 1609 kilometrar, en ég ætla að telja með það sem ég hljóp í apríl. Þannig að 1609 mínus 310, en það sem þú hitaðir upp frá miðjum mars til aprílmánaðar, telur það kannski með? Nei, ég ætla ekki að tella það með. Það voru og margir göngukarlar inn í því og það var bara svona rólegt hlaup og ég ætla bara að sleppa því. 1609 kilometrar frá 1. apríl til cirka 1. október, nú veitum við ekki hvenær Íslandsmótinu lýkur, en ég ætla að stefna þessu og að sjálfsögðu vera bara áfram með opna söfnun fyrir liðin og taka við áfram og vinna reglulega bara á reikningsnúmeri hjá styrktarfélaginu og mér og bara halda áfram að hlaupa og vekja athygli á kvennaliðunum og stöðu þeirra og halda áfram að reyna að safna fyrir þau. Fyrir okkur sem eru svona heldur slök í reikningi, hvað er þetta margir kilómetrar á dag, cirka meðaltali sem þetta er að hlaupa í sumar? Það sem ég á eftir núna, ef ég ætla að klára 1000 mílur fyrir lok september, þá er þetta ekki nema 260 kilometrar á mánuði á meðaltali. Það eru kannski, ef ég hleyp 10 til 11 kilometrar á dag í 4 daga, hvílu sig 1 dag, held það út sumarið, þá er þetta komið. Hvað heldur þú ekki réttar knattspyrnu tímabilinu lýkur? Er eitthvað í bígerð þá? Ætli ég bara skelli mig þá ekki inn á bjarg og haldi mig inni á bretti og einhverju svona koma mér í betra form, ekki bara hlaupaform, þetta er svona hugsa alla þætti líkamlega styrk og fleira og kannski bara svona reyna að halda við að ég fari ekki að þyngjast aftur og vera klári í jólin. Talandi um þetta, veistu, hefur þú mist mörg kíló? Ég hef ekki verið að vigta mig en þau eru nokkur. Ég finn það á fötunum og ég bara finn það á sjálfum mér þegar ég er að hlaupa. Það eru nokkur kíló farin. Ég hef ekki verið að telja þau samt. Þannig að Halli getur ekki hætt. Halli getur ekki hætt. Velkomin í mark og til hamingju með. Og það er kannski eitt enn. Ég ætla bara að lofa þig hér með að Halli hleypur apríl aftur á næsta ári. Það er ekki annað. Þá segi ég aftur velkomin í mark og til hamingju með verkefnið. Takk fyrir.